Svona. Og nakkippu. Jæja. Og nakkippu. Komið sæl, hér erum við feðgar aftur. Og við vorum svona að tala um bakstur senast og þegar við hittumst daginn þá var ég voru að borða hér, nei, baka. Þetta er pizza. Nei. Þú ert að pissa mig? Nei. Þá vorum við að tala um þá vorum við að baka, fara að baka, hvað voru að fara að baka? Jógubæ. Já, nei, við vorum sem ekki að tala að baka jarðarber heldur kanelsnúða. Kanelsnúða. Og það hellaði svona ljómandi vel að við bökum já, 48 snúða. Og þannig var nú það. Það er það. Já. Og lufi. En við erum ekki að fara að baka núna, en það sem við erum alltaf að gera núna, eða ég og kannski hjálpa mér. Þannig við ætlum að mata súrinn minn. Ok. Því að ég eins og allir menn, ungir menn, ekki kannski ungir menn en svona menn á mínum aldri. Ég er búin að koma upp svona súr til að baka súrdeig og búa til því súrdeigsbrauð. Og ég á hérna inn í ískap að ég útvekkja hana gamlan. Getur við kallað hann? Súrinn. Nú, úr þessu hefur verið að baka brauð. Og búin að baka núna í þrígang og búin að fullkomna held ég góða uppskriftum með súr sem ég á í bókinni minni. Fínu súrdegsbrauð eftir hann Martin Jóhannsson. Ég veit þessum ekkert hver þessi maður er, fyrir utan það að við erum í svona svipaðri kvöndu. Þetta er mjög fín brauð í þessu og margar uppskriftir sem hægt er að fara eftir. Ég aðalega fer eftir einni og baka þetta rúgbrauð úr þessum súr mínum. Nú, málið með súr er að það þarf að mata hann náttúrulega í hverju viku. Þetta er óskapast, þetta er eiginlega meira fyrirtækið eiga svona súr heldur en þennan unga mann hér vegna þess að hann matar sig bara sjálfur og skeinir og fer sjálfur í leikskólan og svona eins og allir stóri krakkar. En þessi súr er algjörlega hjálparlaus. Bjargarlaus. Já, einmitt með að hitta þetta krakkana þar í leikskólan. Þannig að það er alltaf gert á föstudögum, þá hringir klukkan mín klukkan 8 og segir mér, hördu mér nú er kominn tími til að mata súrinn, þennan Gísla inn í ískap. Þannig ég er að fara að gera þetta núna og þetta er nú ekki lengi gert. Ég þarf að baka hér af þessu östa og gringa niður í 100 grömm og bæti svo út í það 60 grömmum af rúmjöli sem ég á hér alltaf til dags og smá ylvolgu vatni, 100 grömmum af því á móti 60 grömmum af rúmjöl og þetta fer mata í 100 grömm af rúm. Þetta er nú ekkert flóknar það, best að eiga smá og til þess að gera þetta. Svo tekur þetta ekki nema 2-3 mínútur að mata. Þetta er nú ekki mikið mál. Ef þú bara segja svona þitt eigið blogg, ég ætti kannski að bara leyfa þér að blogga sjálfur eitthvað tíma. Kannski nennið ekki að hlusta á mig, kannski er bara að hlusta á barnið, það er líka bara fínt. Þannig að þetta erum við semst að fara að gera núna og ég er svo ekkert að þreyta ykkur með því að vera að gera það hér einhvern veginn á internetin að vera mata súr, en það er ekki flóknar en það, bara fylgir nú eitthvað, en lyktin er svo súrt hveiti. Súrt mjöl, þetta er svo súr bjór. Þetta er smá vondur að bragðið, en gott verði að þeir búið að baka og blanda með hveiti eða rúgmjöl eða haframjöl. Nei, minninu, því nú ekki, þetta klukkan að ganga að fara að rétta verða 8. Já, setna, við getum að gera það á morgun. En ég ætla að fara að gera þetta, mata hann súrinn og þetta er svona ein innsýnin í það hvað við erum að bardusa hér og bauka í eldhúsinu okkar fína hér.
En við skulum bara láta þessu lokið. Það er komið tími á einn held ég að einn bjór handa gamla manninum, kannski einhvern frostpinna handa litla manninum. Við erum einir heima eins og vanalega og mamma einhvers staðar úti. Hvað er mamma að gera? Hitta Lotta og Matt. Hún er að hitta Lotta og Matt, þannig að við þurfum að hafa ofan á fyrir okkur sjálfum. Við erum meðan við feðgar, við gerum þannig léttum leik. En nú ætlum við að segja bless. Bless, bless. Þangað til næst. Þangað til næst. Mitt.